Komið þið sæl og blessuð. Í dag ætlum við að læra 4 byrjunargildrur fyrir svartan. Við ætlum að læra 2 gildrur til þess að mæta E4 byrjunarleiknum og 2 gildrur til þess að mæta D4 byrjunarleiknum hjá hvítum. Fyrsta gildran sem við ætlum að skoða kallast fjalakötturinn og hún kemur upp í byrjun sem kallast ítalski leikurinn eftir að hvítur leikur E4 í fyrsta leik og svartur svarar því með að leika peði á E5. Hvítur leikur þá riddari F3 og svartur svarar með riddari C6 og þá kemur biskup C4. Og þetta er ítalski leikurinn, eina af algengari byrjunum sem að til eru og getur verið mjög hættuleg fyrir svartan ef hann veit ekki alveg hvað hann er að gera því að hvítur eru að pressa hérna á F7-peðið. Svartur á margar leiðir til þess að svara þessu og bestu leiðirnar eru að leika biskupnum á C5 eða riddarinn á F6. En svo á svartur líka gildrur og byrjunargildrur eiga það allar sameiginlegar að þær eru ekkert endilega besti leikurinn en þær eru hættulegar af því að andstæðingur getur auðvitað fallið í þar. Þannig að þegar við erum að prófa byrjunargildrur þá erum við að taka smá áhættu en í þessari stöðu þá getur svartur leikið mjög sérstökum leik sem er riddari D4. Og hér er svartur að brjóta eina svona þjóðarbitareglu í byrjuninni, hann er að leika sama manninum tvisvar í röð en hann er að leggja smá gildru fyrir hvítan. Nú er best fyrir hvítan annarkvort að hrókara stutt eða leika peð á C3 og reka riddarinn í burtu en ef að hvítur er gráðugur og drepur peði hérna á E5 þá lendir hann í miklum vandræðum. Það lítur nefnilega rosa vel út fyrir hvítan því að hvítur er að hóta peðina á F7 eins og við sjáum en svartur getur svarað með að leika drottning G5 með tvöfaldri hótun, hótar það bæði riddaranum og peðin á G2. Ef að hvítur heldur áfram með að vera gráðugur og tekur peð á F7 þá er svartur einfaldlega á undan, drepur peð á G2 aftur með tvöfaldri hótun og það breytir engu þá að hvítur sé að taka þennan hrók í hótinu því að svartur auðvitað tekur hrókin hérna með skák og það er hræðilegt fyrir hvítu kóngstöðuna. Þannig að hvítur þarf að verjast, hér leika mjög margir hrókur F1 og þá fullkomnar svartur gildruna með að drepa peð á E4 með skák. Hvítur verður að bera eitthvað fyrir og þá er svartur mát í einum leik með því að nýta sér leppurinn á E-línunni og leika riddari F3 skákmót. Þetta er gildran sem kallast fjalakötturinn. Næsta gildran sem við ætlum að skoða er kölluð örkin hans Nóa. Örkin hans Nóa. Og hún hefst á byrjunarleikjunum E4, riddari F3, riddari C6 og núna biskup B5. Og þetta er spænski leikurinn sem hvítur er að tefla og svartur á margar leiðir til þess að svara honum. Ein þeirra er þessi gildra örkin hans Nóa og hún hefst á því að svartur leikur fyrst A6, biskupinn hörfar venjulega hingað á A4 og þá hérna peð á D6. Það er ekki algengasti leikurinn á svartum en býður upp á að hvítur falli í þessa gildru. Því að núna er mjög eðlilegt fyrir hvítan að leika peð á D4, bara brjótast fram á miðborðinu og nýta sér þá þessa leppun sem er hérna á riddarann C6. Því að ef að svartur til dæmis tekur núna hérna á D4 þá getur hvítur drepið með riddaranum og auki pressuna á riddarann á C6. En svartur á kannski sniður að leika í þessari stöðu og það er áður en hann tekur peð á D4 að leika þá fyrst hérna peð á B5, hóta biskupnum á A4. Hann verður að hörfa niður á B3 og þá er þetta að taka peð á D4 með riddaranum. Þá er mjög eðlilegt fyrir hvítan að drepa tilbaka og þá drepur svartur með peð og þá er svartur búinn að vinna peð og hér má hvítur alls ekki taka peð á D4 með drottningu, þá fellur hann í gildruna. Best fyrir hvítan er annarkvort að leika peð á C3 eða A4 og tefla peð undir aðeins lengur en ef að hvítur fellur í gildruna og tekur peð á D4 þá getur svartur unni biskupinn á B3 með því að loka hann inni með peðunum sínum og leikur hérna peð á C5. Hugmyndin er þá að bruna áfram með peð á C4 og króa biskupinn inni. Ef drottningin bakkar þá kemur bara C4 beint. Þannig hvítur getur reynt að leika drottning D5 sem lítur út fyrir að vera mjög hættuleg tvöföld hótun á F7 og á A8 en svartur gerir hér vel í því að leika biskup E6 og stoppa máthótunina og valda hrókin í leiðinni með drottningu. Hvítur getur skákað og svartur fer bara fyrir aftur með biskupinn. Drottningin verður þá að bakka aftur og þá hótar hvítur bara máti á F7, ekki hróknum lengur af því hann er valdaður og þá getur svartur bara króa biskupinn inni og vinnur biskup fyrir 2 peð en svartur stendur til vinnings. Þetta er örkin hans Nóa. Það er lítið flókin gildra en hugmyndin byggist á því að loka biskupinn inni.
Næsta gildra sem við ætlum að skoða eru 2 gildrur í drottningabragði fyrir svartan. Og þá skulum við fara aftur í byrjunarstöðuna og drottningarbragð, það er að segja fyrir hvítan er þegar hvítur leikur D4 og svarar D5 með að leika C4. Fórnar þá peði, býður svartum að taka peðið og þetta er alþekkt í byrjunarfræðunum og hér eru margar leiðir fyrir svartan, það er alltaf leið fyrir svartan að drepa peðið og það er líka fínt fyrir svartan að valda peðið sitt með peðum og þetta hér er algengusti leikurinn, peð á E6. Valda bara peðið, þá leikur hvítur venjulega riddarinn sín út á C3 og riddarinn fer á F6 og þá biskup G5 og þetta er svona klassískt drottningabragð og hér getur svartur lagt í eina gildru fyrir hvítan með því að leika núna riddarinn sínum hérna á D7 og gildran felst í því að svartur er að bjóða hvítum að taka peðið á D5 og nýta sér þá leyfa hvítum að nýta sér þessa leppun á riddarann. Þannig að ef hvítur tekur peðið á D5 og drepur síðan aftur á D5 þá lítur út fyrir að svartur sé í vandræðum af því að riddarinn er leppur. Sjáðu að riddarinn tekur riddarinn og þá fellur drottningin. En það er einmitt það sem gildran byggist á. Nú er svartur búinn að lokka hvítan í þessa gildru, þannig að svartur getur núna drepið riddarinn á D5 og fórnað drottningunni sinni með þeirri hugmynd að vinna hvítu drottninguna tilbaka. Og hvernig gerir hann það? Við horfum á þessu hvíta kónginn og íhugum allar skákir sem eru mögulegar. Það sjáum við strax eftir biskup B4 skák þá vinnur svartur hvítu drottninguna tilbaka því að hvítur á bara einn löglegan leik og það er að fórna drottningunni til að bjarga kóngnum. Svartur getur þá drepið drottninguna, hvítur drepið tilbaka og svartur drepið biskupinn á D8 og er þá heilum manni yfir. Og að vera manni yfir eykur líkurnar á því að vinna skákina til muna. Við ætlum að sjá eina gildru í viðbót og við förum alveg tilbaka í stöðuna eftir D4, D5 og C4. Þá er svartur líka annað svar til að svara drottningabragðinu og það er að leika peði hérna á E5 sem er strax peðsvöld. Nú getur hvítur drepið 2 peð, hann getur drepið annarkvært peðið á D5, hann myndi svartur drepið tilbaka með drottningu og hann getur líka drepið peðið hérna á E5. Og þá kemur peð á D4, svartur er búinn að fórna peði og hugmyndin er að peð á D4 þrengir svolítið að hvítum og svartur getur kannski reynt að vinna þetta peð í framhaldinu, kannski með riddarann sínum hér. Hvítur svarar þessu best með að leika núna riddari F3 en ef að hvítur leikur núna E3 sem að mjög margir gera til þess að létta stöðunni strax þá lendir hvítur í smá vandræðum eftir að svart skákar hérna á B4 og á þessu byggist þessi gildra. Það er skák á B4, hvítur verður að svara henni, það er mjög eðlilegt að svara því með biskup D2, bera bara biskupinn fyrir og þá kemur óvæntur leikur á svörtum, D drepur E3 og fórnar biskupnum á B4 og þetta er mjög hættuleg gildra. Hér er skást fyrir hvítan að taka peðið á E3 með peði en þá skákar svartur á H4 með drottningu og hvítur lendir í vandræðum af því að hann neyðist þess að opna kongstöðuna sína og þá kemur drottning á E5 með ýmsum hættulegum hótunum. Á E4 hóta peðinu á E5 og fleiru. Þannig að við förum tilbaka. Ef í þessari stöðu hvítur drepur biskupinn á B4 þá kemur mjög skemmtilegt framhald hjá svörtum sem að vinna skákina. Svartur drepur hérna á F2 með peði, með skák og við sjáum að ef að hvítur kóngurinn drepur peðið þá missir kóngurinn valdið á hvítu drottningunni sem er á D1. Þannig hvítur tapar drottningunni. Þannig að hvítur getur reynt að halda valda á drottningunni sinni með að leika kóngur E2 og leyfa bara svörtum að drepa hér af því hvítur kortir manni yfir. En það sem að svartur gerir er mjög sniðugt. Við tökum kannski eftir að kóngurinn og drottningin eru saman á þessari skálinu hér. Þannig að mér freistandi að leika biskup G4 skák. Einu gallinn við það er að hvítur bjargar sig með að bera riddarann fyrir. Þannig að svartur vinnur ekki drottninguna á D1. En svartur getur fyrst losað sig við riddarann á G1 og hann gerir það með að drepa riddarann en vekja ekki upp drottningu heldur vekja upp riddara. Óvenjulegur leikur og hugmyndin er þá að vinna tíma með því að skáka hvíta kónginn og ef að hvítur drepur þennan riddara með hrók þá er ekki lengur hægt að bera hann fyrir og þá kemur biskup G4 skák og vinnur hvítu drottningun á D1. Þetta er skemmtileg gildra. Vonandi græðið eitthvað á þessu og vonandi getið prófað þetta og notað þetta í næstu skákum ykkar. Bless.